Steinn, 1-0 sigur á móti Leikni, hvernig svona líður með þetta? Mér líður hrikalega vel með þetta, mjög erfið leikur og Leiknir spila virkilega góðan fótbolta og við sluppum nokkuð sinnum vel og þeir svo sinn líka en þeir eru búin að taka 20 stig hérna á þessum velli þannig að koma hérna undir svona, hvað að segja, smá pressu og vinna 1-0 er bara, ég er í skíunum með það. Draumamark frá Joey? Já, algjörlega og bara guldsígildi að eiga mann sem ekki tekið svona spinnur og þetta skilur oft á milli og við höfum oft kvartað yfir að deliverið í fyrstu leikadreifum hjá okkur hafi vantað en það hefur mikið batnað núna upp á seinni part móts og hefur hjálpað okkur mikið. Áttu hann að fá vítaspyrnu þegar Hjalti fyrir aðeins í hann? Það var nú beðið nokkra vítaspyrnur hvorum með þessu var, þannig að mér er alveg sama núna eftir að við unnum þannig að ég vil ekki tjá með það. En Brynjar Hlöðursson, áttu hann að fá rautt spjald? Ég veit ekkert það. Dómararnir, þeir kunna þetta upp á 10, treystið þeim. Þú varst skráður aðstoðarþjálfari, af hverju var það? Ég veit það ekki, ég ekki um það, þú voru spurðu eitthvað annað því. Verður þú áfram annar þjálfur Keflavíkur á næsta tímabili? Ég er búinn að vera spurður nokkuð sinnum að þessu og ég hef alltaf gefið sama svara. Við ætlum að klára þetta mót og reyna að vinna eins marga leiki og við getum, safna eins mörgum stigum og við getum og síðan förum við að ræða næsta tímabil. Við erum klára þetta fyrst. Ía vinnur Fylki, hvernig svona líst þér á síðustu umferðina? Mér líst bara vel á hana, nú fáum við viku til að undirbóka fyrir hana og munum gera það vel og þetta var fyrsti sigurinn okkar í dálítinn tíma í deildinni þótt að sigurarnir okkar hafa verið að koma í bikarnum þannig að við komum bara brattir inn í lokaumferðina og reynum að spila okkar besta leik. Spjaldið sem að Davíð Snær fékk, ég heyrði að bekkurinn ykkar var ekki ánægður með það. Hvað finnst þér það? Við vorum fyrst og fremst held ég bara ekki ánægður með Davíð. Hann baut aldrei upp á þetta en hins vegar samræmi í hvað er verið að gefa spjöld fyrir og hvað ekki þegar menn eru teknir bara settu öryggisbelti utan um það og haldið og það er ekki spjald og spjald fyrir þetta, ég veit það ekki, ég skiptir engu máli. Hafði mikið verið að tala Davíð einmitt á undanförnu út af þessu Lecce tilboði. Skilurðu að ef hann er pirraður út í að fá ekki fara? Já, ég meina ég þekki Davíð bara mjög vel og hef þekkt hann bara síðan áður en hann byrjaði að tala og ég skil hann vel en hann hefur bara rifið sér frábærlega upp úr þessu og hann á eftir að fara eitthvað með 10 tíma, það er alveg hreina línur í mínum huga. Hvernig líst þér að mæta bara skaganum í síðustu umferð? Við erum bara heimavelli og erum með gott lið og höfum verið að bæta okkur undanfarið þannig að ég get ekki beðið eftir síðustu umferðinni að fá að kljást við skagamennina sem hafa verið heldur betur að rífa sig upp. 2 leikir í röð á móti sama lið, bikarleikur líka? Já, akkurat og það er bara verðugt verkefni og mjög spennandi og við erum bara klárir. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis.